Það að þessi gosefni komi frá mörkum Skorpu og Möttuls af 15 til 20 km dýpi þýðir að efnasamsetningin er önnur, það er meira gas, það er meira koldíoxíð sem í þessari kviku, það er meiri gasmengun hlutfallslega, hugsanlega. Í þessum umbrotum byrjaði fyrir áramót að setja út GPS-tæki og mælitæki. Í ágúst í fyrra settum við út fullt af jarðskjálftamælum í samvinnu við Breskan háskóla sem eru allt í kring núna og svo viku fyrir þegar þessi eiginlegu umbrot byrjaði í febrúar, þá ég og kollegi minn þá settum við út 15 fastar GPS-stöðvar á þessu svæði, bara allt hér í kring. Þannig að þetta var allt komið í samband og gögn farin að streyma í bæinn í rauninni viku áður en gosið byrjar. Það er mikilvægt að skilja þessa gosrás. Hvernig kemst kvika upp að 15 km dýpi og hingað upp á yfirborðið? Að skilja þessa rás. Kvikugangurinn er hluti af þeirri heildarmynd. Við sjáum í rauninni bara allt sem viðkemur því að koma þessu fólki á staðinn, halda mælitækjunum í gangi. Allan þennan búnað sem þau þurfa að hafa, við lögum hann og förum yfir hann og tryggjum að það sé allt í lagi. Við tryggjum gagnasafnanir og nánast bara allt nema að túlka gögnin. Og í rauninni, já. Það segir okkur líka innviði þessa eldfjallasvæðis að hér hefur ekki gosið í langan tíma. Þetta gæti verið stór eining sem hefur safnast fyrir þarna af kviku á mörkum Skorpu og Möttuls. Þetta er bara frábær tilbreyting og það er alveg frábært að menn skyldu opna þessa leið inn eftir og stika þetta. Þetta er tiltölulega einföld gönguleið.